Komið sæl og verið velkomin í forystusætið. Samfylkingin beið sögulegan ósigur í alþingiskosningum í fyrra, fékk 5,7% atkvæða og rétt náði 3 mönnum á þing. Formaðurinn sagði af sér og varaformaðurinn tók við. Og í skoðanakönnunum hefur verið á brattan að sækja en nú virðist sem flokkurinn sé að ná sér á strik því nýjustu kannanir sýna allt upp í rúmlega 15% fylgi. Logi Már Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, er sestur í forystusætið. Velkomin, Logi. Já, takk. Ef þið komist í næstu ríkisstjórn, hvert verður ykkar fyrsta verk? Fyrsta verk okkar verður að ráðast í aðgerðir til þess að efla félagslegan stöðugleika í landinu. Þannig að fólk geti verið öruggt að frá vöggu til grafar að þá búi það við öryggi og þurfi ekki að hafa áhyggjur af því þó að komi eitthvað upp á. Þetta er svona svolítið almennt orðað en við erum líka bara að byrja. Já, þetta er almennt orðað. Já, en hvaða mál munið þið alls ekki kvika frá í ríkisstjórnarsamstarfi? Öllu sem snýr að þessum félagslegu stöðugleika. Það er að segja sterkt opinbert heilbrigðiskerfi, gott skólakerfi sem að styrkir og þroskar alla einstaklinga, að þessi búi við að aldruðum og öryrkjum og auðvitað búsetuskilyrðum allt land sé með þeim hætti að það sé valkostur. En kannski beinum framhald að þessu svo við vindum okkur núna bara í það sem við ætlum að tala við þig hér í kvöld. Það er langur loforðalisti sem þið gefið fyrir þessar kosningar og þið ítrykkið að það sé efnahagsleg uppsveifla hér á landi og þið segja að það verði næsta verkefni ríkisstjórnarinnar að taka afdrifarík skref fyrir þá sem lökust hafa kjörin. Hver er ykkar forgangsröðun? Já, sko, fyrst ætla ég nú að segja það að loforðalistin okkar núna er jafn langur og hann var fyrir 1 ári síðan. Þá lofuðu hinir flokkarnir líka ýmsu. Svikuðu eftir kosningar og staðfestu svo svikin með sönnunargagni sem liggur inn á þingi sem heitir fjárlög 2018. Við hins vegar höfum alltaf gengist við því að það þarf að afla tekna til þess að geta efnt loforð. Menn er ekki að labba út á götu og fá peningabúnt dettandi í fangið. Við þurfum að leita leiða og við munum í þeirri tekjuöflun leita leiða til þess að fara á þau breiðustu bök sem að til eru en verja meðaltekjur og láglaunafólk. Í fyrsta lagi þá þurfum við að styrkja heilbrigðiskerfið eins og ég nefndi áðan. Við þurfum að huga að kjörum aldrar og öryrkja. Við þurfum að nesta unga fólkið okkar miklu betur inn í framtíðina, bæði með því að tryggja því öruggt húsnæði en ekki síður að vera með jöfnunar tæki til stuðnings eins og barnabætur og vaxtabætur og húsnæðisbætur. Síðan náttúrulega liggur fyrir að við þurfum að gera stórsókn í menntamálum. Það er framtíð sem að bíður okkar sem að er gjörbreytt og hún er spennandi vegna þess að samfélagið er að breyta svo mikið. Það eru fleiri og fleiri að vera gamlir, færri og færri sem standa undir gæðunum. Við þurfum aukna framleiðni og við þurfum að búa til menntakerfi sem að í rauninni býr til og skapar einstaklinga sem að hafa frumkvæði, sköpunarkraft og geta nálgast þennan síbreytilega veruleika. Við munum leggja mikla áherslu á þetta. En þú segir að listin sé jafn langur og síðast, en þið ætlið engu að síður, það er svona má lesa í þetta að þið viljið gera allt fyrir alla. Nei, við viljum ekki gera allt fyrir alla. Þið viljið gera fyrir fjölskyldur, aldraða og öryrkja, þið viljið ekki auka skattbyrði á millitekju og lágtekjuhópa. Þetta er frekar breytt sem þið viljið gera og ég get farið með langa upptalningu, setja peningir í heilbrigðiskerfið, taka upp gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu og svo framvegis stórefla geðheilbrigðismál og annað brýnt. Hver er verðmiðinn á þessu? Ef að þú skoðar nú í rauninni kosningaloforð flokkana og skoðar svo í rauninni hvaða leiðir er ætlað til að ná tekjum, þá kæmi nú í ljós að okkar flokkur er mjög hófsamur og hefur alltaf alla tíð lagt áherslu á það þegar að hann gerir breytingatillögur við fjárlög og annað að það liggi fyrir hvernig menn ætla að afla tekna. Þetta er útgjaldaaukning upp á 10 milljarðar ef við tökum allt saman. Hvernig ætlaði að ná í þessu pening? 40 milljarðar kannski til viðbótar. Við erum ríkt land og við þurfum í rauninni að byggja upp þennan félagslega stöðugleika. Það fæðast allir á Íslandi með ákveðin réttindi. Hvort sem að þeir geta
nýtt sér það að vera á vinnumarkaði eða jafnvel fæðast þannig að þeir geta það aldrei. Þetta fólk á hlut í auðlindunum okkar, orkunni, fiskinum. Þetta fólk á rétt á því að lifa öruggu og góðu lífi alla ævi og við höfum séð að fremstu ríki veraldarsögunar á Norðurlöndunum, Norður-Evrópu, þeim hefur tekist þetta, okkur tekst þetta líka. En Logi, nú ertu komið svolítið langt frá spurningunum okkar. Þú talar að þetta séu 40 milljarðar sé verðmiðinn á allar þessar breytingar sem þið ætlaði að gera. Hvar ætlaði að ná í þessa peninga sem sennilega eru nú mun meiri heldur en 40 milljarðar? Við höfum talað það að við getum farið í aðgerðir til þess að herða skattaeftirlit. Við getum náð meiri tekjum af auðlindum, bæði sjávarauðlindinu og orkuauðlindunum. Við getum hugsað okkur það. Getum nefnt okkur einhverja tölur? Við getum hugsað okkur, já, ég skal gera það rétt á eftir. Við getum hugsað okkur það að það sé hátekjuþrep og verið aftur þrepaskattur þar sem þú skattleggur fólk sem hefur kannski rúmlega 2 milljónir á mánuði. Við getum hugsað okkur það. Er það viðmiðið ykkar? Við getum hugsað okkur, já, við förum ekkert neðan en það. Við getum hugsað okkur það að fólk sem ofsaríkt, þá ég að tala sem á fleiri 100 milljónir, það geti lagt meira til þjóðarbúsins. Og hvað mikið? Við erum að verðmeta þetta upp á þessar 40 milljarða. Ég býst við að auðlega skattur geti gefið okkur svona 6-7, hátekjuskatturinn 3, síðan erum við með komugjöld, gistináttagjöld. Þetta ekkert ólíkt því þegar maður eldar góðan rétt. Maður eldar hann ekki bara úr fisk og kartöflu. Þú ert líka með krydd og þú ert með sósu og þú ert með vín með eða vatn eftir smekk, skilurðu. Og þannig líka samfélagið okkar. Þess vegna heitir það samfélag. Að því það byggist á því fallegasta sem manninum gefið, samhjálp. En þú ert að tala fyrir því að auðlegðarskatturinn verður endurvakinn. Hvernig ætlaði að hafa hann? Við getum hugsað okkur það, já. Með þeim hætti þó að það sé tekin frá einhver fasteign tiltekin eða einhver upphæð. Þannig að þetta lendir... Það hreina eign upp að einhver ákveðnu upphæð? Yfir einhver ákveðnu upphæð, já, sem að þó undanskilið, skilur. Þannig að það kom ekki aftur umræðan mikið af gömlu fólki sem að situr í rándýrum húsum. Hvert viðmiðið? Við höfum talað svona 200 milljónir. Fasteign upp á 200 milljónir? 100-200 milljónir. Já, en þessi 40 milljarðar sem þú ert að tala það tekjuöflunin? Já, síðan skulum við nú ekki gleyma því að allir flokkarnir sem hafa komið hingað til þín hafa nefnt það að það væru í bönkunum peningar sem hægt var að taka út. Hugnast ykkur sú hugmynd? Okkur hugnast það að vissu marki. Sjálfstæðisflokkurinn talar 100 milljónir, miðflokkurinn eitthvað enn meira, flokkur fólksins enn meira held ég. 100 milljarða ætlar að segja? Já. Við höfum talað kannski 30-40 milljarða til þess að standa undir svona einskiptisaðgerðum, innviða uppbyggingu. Við skulum ekki gleyma því að við erum til dæmis með samgöngukerfi hérna í landinu. Við leggjum minna til þess heldur en önnur lönd á Evrópu. Samt sem áður erum við ekki búin að koma okkur upp grunnkerfinu. Við erum sem sagt með öðrum orðum. Við erum að fara að búa okkur til samloku með skinku og osti og það vantar bara skinkuna inni. Þetta svo tíðrættur mat. Já, ég meina, það svona þetta daglega sem að þetta skiptir öllu máli. En Logi, í þessum þætti þá okkur hugleikið að fá upplýsingar krónur og tölur. Þú minnist á ferðamennina, þú minnist á komugjöld eða gistináttagjöld. Hvað erum við að tala þar í upphæðum? Við erum ekki að tala brjálæðislega stórar upphæðir ef við tölum bara komugjöld eða bara gistináttagjöld. En það komugjöld á alla? Innanlandsflug og erlendis. Og Íslendinga og útlendinga? Ég held við verðum að gera það í rauninni, en hins vegar yrðum við líka að grípa til mótvægisaðgerða til þess að tryggja auðvitað innanlandsflugið og reynda þar að gera betur heldur en bara það í dag vegna þess að fyrir Egilsstaðabúa kostar til dæmis 60.000 krónur að fara fram og tilbaka og það auðvitað náttúrulega eitthvað sem við getum ekki boðið upp á og engin jöfnun á búsetuskilyrðum. En komugjöldin yrðu fyrir Íslendinga og útlendinga? Já, ég reikna nú með því. Förum aðeins yfir í heilbrigðismálin. Þið hafið talað að endurreisa heilbrigðiskerfið og hvar viljið þið byrja? Það svo margt sem þarf að gera. Í fyrsta lagi viljum við náttúrulega Svo talið náttúrulega fyrir gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu sem verður innleidd í skrefum. Við tölum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu sem markmið. Leiðin að því markmiði í rauninni að ná þetta niður. Við höfum lagt fram frumvarp að greiðsluþátttakan fari niður í 35.000, hún 70.000 í dag held ég. Og svona fikrum við okkur áfram. En það margt annað sem þarf að gera. Við þurfum auðvitað að tryggja góða heilbrigðisþjónustu allt land. Við þurfum að ráðast til dæmis í átak í geðheilbrigðismálum. Við höfum talað 100 sálfræðinga allt land í rauninni. Það verið upp á 1 milljarð. Til þess í rauninni að... Eru þessi sálfræðingar til hér á landi? Já, þeir eru til. Við höfum kannað það. Það eru 40-50 ungir menn, eða menn og konur,
sem að svipta sig lífi á hverju ári og þetta of dýru verið keypt fyrir utan allar þær hörmungar sem að þetta náttúrulega leiðir yfir fjölskyldur. Við höfum talað líka að það sé heilbrigðismál að ráðast gegn ofbeldi, kynbundnu ofbeldi. Þið viljum setja milljarð í það? Við viljum setja milljarð í það. Það eru aðgerðir eins og til dæmis að efla og styrkja lögregluna, auka möguleika þeirra á stunda rannsóknir, efla heilbrigðisþjónustuna víða land til þess að taka á móti slíkum tilfellum. Þannig að heilbrigðisþjónustan ekki bara eitthvað sem að fer fram inn á sjúkrahúsum, heldur eitthvað sem snertur okkur öll. Þetta erum að spyrja þig það, en gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta fyrir alla, hver verðmiðinn á henni? Hún rándýr og við erum ekki að taka þau skref núna, við erum að tala að lækka greiðsluþátttöku og ég held kannski að kjósendur ættu núna til tilbreytingar, að þeir gerðu það ekki í fyrra, að kannski veðja á þá flokka sem að sviku ekki loforðin eftir síðustu kosningar og sem hafa alltaf komið hreint til dyrana með það að það þurfi að afla teknanna. Hvað viljið setja mikið pening inn í heilbrigðiskerfið? Við erum að tala um 7-8 milljarða sem við þurfum að gera fyrir utan auðvitað það sem ég að tala þarna sem eru svona hliðar ráðstafanir til þess að efla og styrkja heilbrigðiskerfið. Og það umfram það náttúrulega þennan pening sem eru að hugsa í byggingu nýju Landspítala. Já, það allt annars konar verkefni. Það má ekki blanda saman rekstri og í rauninni framkvæmdum. Og þegar menn eru að mikla fyrir sig framkvæmd eins og byggingu nýs Landspítala, þá allt í lagi að hafa það í huga að bygging á einu svona spítala ekki meira heldur en reksturinn í 2 ár. Þannig að það spara sig svo fljótt upp. Það bara hagkvæm framkvæmd, alveg eins og göturnar okkar. Þú talar rosalega útgjaldaaukningu, þú nefnir auðlegðarskattinn og hærri skatt og þá efnameiri. Þetta auðvitað bara dropi í hafið með þessa útgjaldaaukningu sem þið erum að tala fyrir. Hvað ætlið líka að segja? Ætlið að hækka veiðigjaldi á útgjaldinu? Já, við teljum að það sé náttúrulega nauðsynlegt að það náist sátt að þjóðin fái í rauninni það sem hún á skilið út úr auðlindinni án þess hins vegar að ganga að atvinnugreininni sem hefur auðvitað sýnt sig að vera ótrúlega útsjónasum og flink einmitt í að mæta þessum nýju tímum sem ég var að tala áðan með tillit til tæknibreytinga. Við erum að tala svigrúm upp á kannski 7-9 milljarða. Býst ég við. Hækka veiðigjaldið 7 við skulum bara setjast niður og reyna að ná breiðri sátt þetta. Ég sannfærður það að það meira inni heldur en að núna. Það 5,5 milljarðar núna í ár. Mér finnst ekki ótrúlegt að greinin ráði við 10-11 milljarðar. Til viðbótar? Nei. Samtals? Já. En kannski svo við fáum það alveg á hreint hjá þér heilbrigðismálin, hafniði einkavæðingu og einkarekstri í heilbrigðiskerfinu? Sko, það verður alltaf einkarekstur með einhverjum hætti. Það eru sálfræðingar, það eru tannlæknar, SÁÁ rekur ágætt starfsemi. Við höfum ekkert á móti því. Við segjum hins vegar að það má ekki vera tvöfalt kerfi. Það sem hið opinbera býr við laskað og veikt heilbrigðiskerfi og lélega fjármögnun sem gerir þeim ekki kleift að ráða við sitt hlutverk á meðan að það frítt spil fyrir einkastofur út í bæ, jafnvel fólk sem að vinna hlutastörfum á spítölunum og fer svo eftir vinnu og vinnur annar staðar. Þetta hefur sýnt sig að vera dýrara, allar rannsóknir sýnir að þetta dýrari leið, þannig að við viljum byrja á því að styrkja opinbera kerfið þannig að það ráði við það félagslega hlutverk sem því ætlað. En ef einkareksturinn bara rétt í lokin, ef hann til dæmis styttir biðlista og fjölgar möguleikum, finnst þið það í lagi? Það aldrei tilneitt einfalt svar við svona spurningu vegna sem ég get spurt á móti önnur leið til að stytta biðlista. Mitt svar við því já, styrkja opinbera kerfið. Þið leggið mikla áherslu á það í stefnuskráni ykkar núna fyrir þessar kosningar og þið ætlaði að styrkja barnafjölskyldur, tvöfalt hærri barnabætur, aukin húsnæðisstuðningur, lengra fæðingarorlof og hærra. Vaxtabætur. Og vaxtabætur. Já, segðu okkur betur frá þessu og hvernig þið ætlaði að efna þessara tekna. Ég búinn að segja það hér áður að við erum bara með hlaðborð í rauninni að mögulegum til þess að ná inn tekjum og við erum búin, og það sést í okkar stefnuskrá, við erum búin að fjármagna öll okkar loforð. En verður einhver afgangur til þess að borga niður skuldir ríkissjóðs, lækka vaxtabyrðina á þjóðarbúinu sem að velti svo inn í framtíðina? Já, ég tel að það sé algjörlega nauðsynlegt og við þurfum að gera það. Við höfum til dæmis Hvað að hugsa að það mikill afgangur á svona fjárlögum til þess að greiða niður skuldir? Við höfum til dæmis ekkert talað það að lækka mikið afganginn sem núna á fjárlögunum. 40 milljarðar? Já, ég geti hugsað mér að við getum lækkað kannski 6-7 milljarðar eða eitthvað svoleiðis, ekki meira vegna þess að það skiptir máli líka að greiða niður skuldir og ýmislegt annað.
nú man ég ekki spurningu. Barnafjölskyldunar. Já, barnafjölskyldunar. Fæðingarorlofið og tvöfaldar barnabætur. Hvað kostar tvöföldun barnabóta að ykkar mati? 8 milljarðar. Sko, við skulum horfa á stöðuna eins og hún í dag í heiminum. Ungt fólk getur valið sér allan heiminn af vettvangi, getur unnið hvað sem er. Við erum að sjá fram á miklu hreyfanlegri heim. Við þurfum að búa til skilyrði sem að gerir ungu fólki kleift og gera það áhugavert að búa á Íslandi. Þess vegna þurfum við að nesta þetta fólk miklu betur. Ef að menn horfa nokkur ára aftur í tíman, þá sjá menn það bara eignast að ungs fólks á aldrinum 20 til 40 er miklu hægari, miklu verri heldur en hjá öðrum aldurshópum og við þurfum að bregðast við þessu. Barnabætur, vaxtabætur og húsnæðisbætur eru mjög árangusrík og góð leið til tekjujöfnunar og við viljum fara hana. En þið viljið, eins og sögum á hann, þið viljið lengja fæðingarorlofið og hækka greiðslurnar, lengja í 12 mánuði. Hvað með að brúa bilið? Þið talið nú eitthvað dagvistunarmál þarna í ykkar stefnuskrá, ykkar málum. Hvernig ætlið að brúa þetta bil frá fæðingarorlofi og fram í leikskóla? Já, það eru þetta náttúrulega hlutverk okkar að ræða við sveitarfélög og ná einhvers konar samkomulag. Það hefur ekki gengið neitt sérstaklega vel? Nei, það hefur ekki gengið vel. Og ég er gamall sveitarstjórnarmaður og þekki það alveg hvernig það er þegar að ríkið gerir samningu við sveitarfélög og efnis og ekki loforð. Ég er alveg meðvitaður það hvað sveitarfélögin á landinu eru til dæmis að borga með öldrunarþjónustunni. Menn tala núna að byggja hjúkrunarheimili og það þarf að gera það. En menn gleyma því að það vantar 4 til 5 milljarða inn í rekstur öldrunarheimila á landinu. Þannig að við þurfum auðvitað að setjast niður með sveitarfélögum, ræða mögulega breytta tekjuskiptingu. Það vantar leikskólakennara? Það vantar ekki leikskólakennara alls staðar, en það er ágætt að þú nefnir þetta vegna þess að menn sjá ofsjónum yfir því að fólk sem yfir 2 milljónir á mánuði eigi að borga aðeins meira í skatt. Að það sé óréttlátt. Eigum við þá ekki bara kannski að muna eftir risastóru kvennastéttunum, sjúkraliðum, hjúkrunarfræðingum, leikskólakennurum, grunnskólakennurum, sem að í rauninni gegna einhverju mikilvægasta hlutverki samtímans en eru á allt of lágum launum. Ertu að búa kjarabætur fyrir þetta fólk? Við viljum auðvitað kjarabætur fyrir alla, við viljum auðvitað að það séu jöfnuð kjörin og kjarabætur er ekki eingöngu laun í umslagið hver mánaðamót. Kjarabætur felast líka í því að þú búið við öryggi. Þannig að ef þú veikist, ef þú missir tönn, ef barnið þitt dettur á hjólinu eða hjólinu er stolið, að þú sett ekki komin í fjárhagsvandræði eftir 2 eða 3 mánuði. Það er þetta félagslega öryggi sem að Norðurlandaþjóðirnar hafa verið miklu duglegri en við að tryggja. Logi, rétt áður við förum í næsta málaflokk, af því þú hefur setið báðum með við borðið, þú þekkir sveitarstjórnina, þú ert búin að vera tæpt ára á þingi, þú varst varaþingmaður líka. Telurðu þú hafir erindi sem erfiðan á samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga þessi mál? Sko, það sé að brúa bilið frá fæðingarorlofi yfir leikskóla. Stundum geta verkefnin virkað dálítið yfirþyrmandi, en þetta er einu sinni drifkraftur mannsins. Nákvæmlega. Að búa betra líf, búa til betra samfélag, búa til samfélag fyrir alla. Við trúum á því að jöfnun tækifæra, að réttlátt samfélag sem að skipti gæðunum jafnt sé líklegast til að vera kraftmikið. Þannig að við verðum auðvitað að fara í þetta verkefni. Hvort það tekur 1 ár, 20 ár, 50 ár, það skiptir ekki máli, maður á aldrei að gefast upp. Að venda okkur hvað í hvers. Já, við skulum tala aðeins Evrópusambandið. Þið viljið halda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna ESB. Lítið þú svo á að umsókn okkar aðild að Evrópusambandið sé ennþá í gildi? Já, við lítum auðvitað þannig á og við höfum auðvitað fengið vísbendingur að svo sé. Og við teljum rauninni að þetta sé náttúrulega bara... En síðustu ríkisstjórnin hafa haldið að sé svo ekki? Já, þá kemur það bara í ljós, en hins vegar hafa allar stjórnir, allir stjórnmálaflokkar síðustu ára lofa þjóðaratkvæðagreiðslu, meira þess að Sjálfstæðisflokkurinn fyrir kosningar 2009. Hvenær vil ég ráðast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég segi bara alveg ágætis tímapunkt að gera það samhliða sveitarstjórnarkosningu til dæmis. Það er ekki flókið mál, jafnvel, en það er tæknileg útfærsla, eigum við að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Mér finnst þetta skipta máli. Þetta mun skipta okkur máli þegar við veltum því fyrir okkur hvort við erum að ganga inn í ríkisstjórn. Mun þetta skipta máli þar? Já. Þetta ráða úrslitum ríkisstjórnarsamstarf? Það get ég ekki sagt, en auðvitað skiptir það máli. En myndi þið gera þetta að setja þetta sem skilyrði? Nei, ég vil hins vegar vera í ríkisstjórn með flokkum sem treysta þjóðinni.
Við erum að horfa upp á samfélag sem algjörlega breytt, almenn þekking mikil og tæknin til staðar. Við verðum að fara að þróa lýðræðið og kalla þjóðina oftar að borðinu. Þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið kjörið dæmi til þess, svo ekki sé nú talað stjórnarskrána okkar. Nýju stjórnarskrána sem við verðum auðvitað að hleypa þjóðinni í ríkari mæli að. Hvað með húsnæðismálin? Þið viljið byggja 5-6 þúsund íbúðir til þess að setja inn á leigumarkaðinn. Nú ertu nú eitthvað farin að draga úr, ég talaði 67 enda. 67, ok. Já, við teljum í rauninni, við teljum í rauninni að það vanti kannski 9-14 þúsund íbúðir og það náttúrulega sér markaðurinn í sumt, en það mjög brýnt í rauninni að ná jafnvægi á markaðnum hér á höfuðborgarsvæðinu. Þar í rauninni skortur sem að leiðir til svona gróðadrifinnar leigustarfsemi og við þurfum að hjálpa til við þessar húsbyggingar, meðal annars til þess að efla möguleika sveitafélaga, háskólans, stúdentafélaga og ekki síst leigufélaga sem ekki í hagnaðardrifnu rekstri til þess að koma undir sér fótunum að byggja ódýrar íbúðir. Síðan megum við aldrei gleyma, því að það gleymist mjög oft í þessum umræðum, að það annar vandi út á landi og hann snýr að því að það kostar mikið meira að byggja heldur nú færð fyrir eignina. Þannig að það engin drifkraftur til þess að standa í byggingastarfsemi. Það vantar samt fólk á þessa staði. Þar skiptir svo miklu máli að við höfum félagslegan lánveitenda eins og Íbúðalánasjóð sem að í rauninni getur aðstoða við það. En rétt áður við vindum okkur svona í lokasprettinni í þessum þætti þá ætlum við að spyrja þau flóttamenn. Samfylkingin lagði fram tillögu í fyrra að taka á móti 500 flóttamönnum á næstu 3 árum. Eru þið ennþá þeirra skoðanir? Já, við teljum að við þurfum að gera mikið betur. Ég hef nú ekki nákvæmlega þessar tölur á hreinu hvað við myndum gera núna, en við eigum að gera betur. Í fyrsta lagi þurfum við náttúrulega að standa í rauninu undan vilt þú taka á móti fleiri flóttamönnum? Já, við þurfum að standa undir alþjóðlegum skuldbindingum. Við þurfum að sýna að við erum ríkt og frjálst land. Við eigum að muna að fyrir 120 árum þá leituðu þúsundir Íslendingar vestur yfir haf til þess að leita eftir betri kjörum. Og svo megum við heldur ekki gleyma því að sem manneskjur, sem bara menn, þá rísum við ekki undir nafni nema við sýnum í rauninni mannúð í verki. Og hvað viltu taka á móti mörgum? Ég ætla ekki að nefna tölu, við viljum taka á móti fleiru. Ég finnst það ekki á móti að við setjum skýra reglur þetta og þá náttúrulega að við hafa vinnubrögð sem að eru gegnsæ og sem að í rauninni hraða meðferð mála svona eins og það hægt. En fyrst og fremst vil ég að það verði forgangsmál eftir kosningar núna að ráðast í lagabreytingar ef það þarf til þess að tryggja það að mannúð ríki för, sérstaklega þegar að ræða börn, vegalus börn á flótta sem búa við aðstæður sem ekkert af okkar myndi geta hugsa sér að börnin þeirra væru í. Rétt í lokin ekki sanngjarnt að kjósendur viti hvað þið viljið taka á móti mörgum flóttamönnum? Já, við getum alveg hugsað okkur að taka á móti 150-200 flóttamönnum. Á ári? Já. Það var styttist í þessu hjá okkur, vildum aðeins ræða svona stöðu jafnaðarmanna í Evrópu. Þeir hafa erfitt uppdráttar síðustu misserin. Hver er ástæðan fyrir því? Já, sko, kannski höfum við verið trúverðugleikavandi? Kannski höfum við verið fórnarlömb eigin velgengni. Það er að segja að sósíaldemókratar og jafnaðarmenn í Evrópu hafa í rauninni lagt mesta mörkum til að byggja upp manneskjulegustu, kraftmestu og stöðugustu samfélög veraldarsögunar, hvorki meira né minna. Á þessum tíma hefur hins vegar margt breyst. Stéttarskiptingin í rauninni og lagið í þjóðfélaginu, það fleiri og fleiri sem hafa það betra. Verkalýðurinn ekki svona stór hópur, verður þetta svona fjölbreytt flóra, miklu fjölbreyttari, og það ekki útilokað að við jafnaðarmenn höfum einhvers staðar á leiðinni misst þráðinn, flækt málflutning okkar, ekki beint honum kannski að réttum stað. Það það sem að ég hef eitt og við miklum tíma á síðasta árið, einfalda stefnuna, kjarnina og koma fram með skýrari málflutning og fyrst og fremst að beininni að almenningi í landinu, venjulegu fólki, harðduglegu sem að í rauninni býr ekki við nógu mikið stöðuleika. Logi Már Einarsson, ef þið komist í ríkisstjórn, með hverju viljið þið helst vinna? Við viljum klárlega mynda stjórn félagslega stöðuleika, mannréttindi. Með hvaða flokkum? Það liggur í hlutarins eðli að við viljum vinna með þeim flokkum sem liggja frá miðju og til vinstri. En viljið þið vinna með Sjálfstæðisflokknum?
Mér finnst í rauninni að verkefni dagsins séu það að skapa félagslegan stöðugleika, að skapa pólitískan stöðugleika. Ég hef ekki séð að Sjálfstæðisflokkurinn rísi undir þeirri ábyrgð. Hann verður þá að breytast. Tíminn floginn frá okkur. Takk hérlega fyrir komuna, Logi. Já, takk sömuleiðis. Nú, næstur í forystusætið verður Óttar Proppé, formaður Bjartrar framtíðar. Þátturinn verður sýndur á sama tíma annað kvöld. Og við minnum á kjördæmaþættina í útvarpinu og á kosningavefinn á RÚV.is en þar má finna alla kosningaumfjöllun RÚV. Verið sæl.